Hæ Trausti. Hæ. Þú ert bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og við vorum á fundi í gær. Ég var með ykkur, fekk að sitja og horfa eins og allir bæjarbúar mega að gera. Já. Það sýndu beint en útsendingin var nú eitthvað hnökra sem er í gær. En þið eruð ekki sammála í bæjarstjórn hvort það eigi að vera 9 bæjarfulltrúar eða 7 bæjarfulltrúar. Minnihlutin sem þú ert í, tilheyrir núna, er ekki sammála því að fjölga 2. Og við skiljum ekki, allavega ég sem almenningur skil ekki af hverju þetta skiptir máli. Jú, ég skil alveg að þetta eru auknir peningar sem þarf að leggja út fyrir þessu, rétt? Akkurat. Og er það aðalatriðið sem þið eruð á móti? Já, bara takk fyrir að leyfa mér að koma og gera grein fyrir málinu mínu og það var gaman að hafa það á fundinum í tjaldstólnum og fylgjast með og langur fundir í gær og eftir sumarfrí og það var mörg mál á dagskrá og þetta var klárlega eitt af þeim stóru málum sem við ræddum í gær og það voru auðvitað mikil vonbrigði að málið skyldi fara svona að það skyldi vera samþykkt að fjölga bæjarfulltrúum upp í 9. Ég einhvern veginn hélt að málið yrði þessi tillaga yrði dregin tilbaka bara svona í ljósi aðstæðna í samfélaginu. Það er auðvitað kostar peninga að fjölga bæjarfulltrúum og til framtíðar. Þetta er ekki ákvörðun sem er tekin í eitt skipti. Það er verið að fjölga bæjarfulltrúum og ákvörðun sem að gildir þá til lengri tíma og við teljum það ekki vera skynsamlegt og ekki eitthvað sem að hefur verið kallað eftir. Og fyrir síðustu kosningar var til dæmis ekkert af þeim framboðum sem buðu fram með það á stefnuskrá sinni að fjölga bæjarfulltrúunum upp í 9 og þess vegna kom þessi hugmynd svolítið eins og þrumar heiskir úr lofti að leggja þetta fram inn í þessa umræðu þegar var að breyta bæjarmálasamþykktinni sem var alveg kominn tími á og bara góð vinna sem var í þar en þessi grein var mjög stór og mikil vonbrigði að hún skyldi vera samþykkt. En eru ekki einmitt þannig samfélagi í dag að það má alveg koma með nýja tillögur og breyta og þetta er bara greinlega hugmynd eða nýtt dæmi að ég persónulega horfi á þetta þannig, auðvitað vill ég ekki að við þurfum að borga meiri pening en það sem ég hlustaði á í þessu gær, það var ekki bókun og ekki tillaga en ég hlustaði á hana í ræðupúlti tala það að léttilega væri hægt að lækka bara aðeins launin og benti á það að Vestmannaeyjabær væri að borga með hæstu launum á landinu fyrir bæjarfulltrúa sem er frábært en þá vel kannski svigrúm til þess að lækka kannski aðeins launin og þar leiðandi verður ekkert aukinn kostnaður. Segjum svo að það sé málið þannig að það verður ekkert aukið, þetta kostar okkur ekki meira. Akkurat. Segjum það? Ok, það er búið að ákveða það. Það verður þannig að þið bara taki 40 skall af ykkar launum öll og borgið þessum 2 9. Þannig að engin aukin launakostnaður. Það eru konið 9. Er það ekki bara aukið lýðræði? Erum við ekki að tala að það væri ekki frábært í næstu kosningum að það væri ungt fólk að bjóða sig fram, kæmi væri fólk það eru mikið erlendu íbúum eitthvað að þeirra fulltrúum kæmi inn í þetta. Akkurat. Einhver frá XD, einhver frá H, einhver frá E. Bara blanda póka á alls konar fólki. Það er frábært. Já, það er þetta var nefnilega mjög skemmtileg umræða í gær og þetta var gaman að fá umræðuna þó að mér finnist að vera það fylgir mikil ábyrgð að samþykkja að svona mikla breytingu og kannski til þess að svara þessi varðandi kostnaðinn að þá var ekki lögð fram tillaga af meirihlutanum að lækka laun eða draga úr kostnaði og það hefði verið gott að það hefði þá verið gert og sýnt fram á einhverja útreikninga hvað það varðar. Ef við berum okkur saman við önnur sveitarfélög þá eru fjölmörg sveitarfélög sem að hafa verið að fjölga bæjarfulltrúum upp í 9 en það eru sveitarfélög þar sem hafa verið að sameinast og þá hefur verið ákveðið að sameina sveitarfélög og fjölga kannski 2 bæjarfulltrúa af þeim ástæðum og við erum hins vegar ekki að sameinast neinum og eins og enginn hefur verið að kalla eftir þessari breytingu og fyrst gaman að skuli nefna lýðræði það var töluverð svona þungi í þeirri umræðu hjá meirihlutanum að þeir teldu þetta að vera lýðræðislegra og eðlilega, bara finnst þetta að vera góð hugmynd
að þá kom það mér svolítið óvart að þegar við lagði fram þá tillögu að fresta bara afgreiðslu málsins og myndum útfæra það almennilega að setja bara málið í íbúakosningu sem að eitt sterkasta lýðræðislega vopn sem við höfum, að bara beint lýðræði að leyfa öllum íbúum að hafa sína skoðun á þessu málum. Ég veist að vera alveg kjörið, sérstaklega svona í ljósi þess að þessi umræða var ekki tekin fyrir kosningar. En Njáll og þau tóku vel í það og ég gæti ekki betur skilið þó það hafi ekki verið bókað eða sett í tillögu eða svoleiðis að fleiri af það sem voru að horfa á skildu það þannig að þetta yrði bara næsta mánuðum yrði bara sett á íbúakosning eða íbúafundur sem að væri bæði kosið blessa blátind hvort að það ætti að halda áfram að dæla pening í það sem að held að flestir séu ekki með því en þannig að væri bara sniðugt að taka þetta með spýtu úr bátnum og hengja þetta upp einhverstaðar það er bara minni, málum laust en það er auðvitað mjög auðvelt að segja upp í ponta með þessi jákvæða fyrir einhverju og svo þegar það er kosið með það þá er greitt atkvæði gegn því þannig að jú, vonandi erum við tilbúinir að fara í íbúakosningu málu og það er þá bara hið besta mál en það er hins vegar búið að samþykkja máli svo því sé haldið til að haga og það er hægt að draga tilbaka eins og við sögðum margoft það er hægt að breyta í það eða hvernig það ekki það þyrfti þá að taka upp bæjarmálsamþykktin aftur og fara í 2 umræður máli það er auðvitað allt hægt þetta er allt mannanna verk og en ég einhvern veginn sé ekki það gerast hjá meirihlutanum en vonandi sjá þau að sér og gera það er þá bara hið besta mál. En þau eru að verða alltaf að sjá á sér ef það verður íbúakosning og meirihlutin íbúa vilja hafa 7 þá væntanlega hlusta þau á það, ég trúi göru. Já, væntanlega, við skulum vona það. Ég bara við sjáum, látum bara verða því að þessi íbúakosning verði. Já, það er mjög skemmtilegt og mér finnst þetta að vera ekta mál í að sitja í íbúakosningu og væri bara mjög áhugavert að sjá niðurstöðuna þá var það hægt að taka umræðina jafnvel á íbúafundi áður og eins og núna að reyna að fá fram sjónarmið beggja og þannig að fólk geti útskýrt þetta vel þannig að fólk geti tekið upplýsta ákvörðun og það væri bara mjög skemmtilegt. Já, alveg klárlega skemmtilegt. En kannski það eru auðvitað önnur líka rök heldur en fjárhagsleg rök að með fleiri bæjarfulltrúum þá eðlilega þurfa fleiri að tala og málin geti þá tekið lengri tíma og það geti sett síróp í kerfið og við erum þá að stækka bátnið svolítið og Það var líka tekið fram í gær, það var lesið upp nokkrar fundargerðir frá bæjarfélögum sem eru með 9 og fundirnir, ég get ekki heilt með allir þessi fundir voru allir mun styttri heldur en alltaf ykkur. Þessi fundir hjá ykkur eru rosalega yfirleitt mjög langir. Nú eru þetta 7 bæjarfulltrúar á síðasta kjörtímabili og þar voru fundirnir mun styttri heldur en á þessu kjörtímabili. Er það bara því að það er mikið ósætti? Og þannig að ég veit ekki hvort að það sé út af því að það vanti kannski betri samtal á milli bæjarfulltrúa fyrir fundi eða eitthvað. Það er allan að vinnubröðin eru mun öðruvísi, ég get nú bara sagt það. Er það ekki eitthvað sem hægt er að laga? Og það, sjálfstæðarflokkurinn er margoft bent á það að vinnubröðin við hinn ýmsum málum mætti vera töluvert betri og það hefur mikið verið rætt vinnubröð í bæjarstjórn og en það er auðvitað bara við veirum okkur ekkert við því að þó að fundinir séu langir en það er bara það er svo oft að frasa mjög misjafnt. Við sjáum að það fjölga bæjarfulltrúum eða borgarfulltrúum í Reykjavík og fundinir þar eru mun lengri og ég get ekki séð að það var líka úr 15 í 22 eða eitthvað. Það er ekki, minnst ekki sambarlegt. Það er alveg bara, það fjölgaði rosalega marga bull sko. Já, ég er að samlega það á bull og þannig ég held að þetta sé ekki leiðin sem við þurfum að fara. Það eru til mjög marga leiðir til þess að ná fleiri að borðinu eins og segir, fleiri sjónarmið. Núna fyrir síðustu kosningar, ég veit að voru flest framboð með fólk af erlendum uppruna á sínum framboðslistum og það voru bæði konur og kallar og framboðinu voru svona að reyna að höfða til flestra hópa og við vorum með nýtt framboð síðast sem að náði inn 3 mönnum þannig að það sýnir bara það dæmi eitt og sér sýnir að kerfið í dag er ágætt og þannig að ég held að og svo erum við auðvitað með fagráð, við erum með ráð undir bæjarstjórn sem að starfa þar sem eru 5 í hverju fagráði
og fagráðin eru með fólk úr öllum áttum og sjálfstæðisflokkurinn hefur ákveðið að sitja ekki með sína bæjarfulltrúa inn í fagráðinu til þess að einmitt fá meiri breytt. Já, en það samt alltaf í grunninn, þið 7 sem að ráðið, eða sem að með úrslita atkvæði alltaf. Það alltaf þessi bæjar, það sem öllu ráð alltaf með úrslita atkvæðin, en ráðin hins vegar þeirra að vera fundagerðir ráðin að koma fyrir bæjarstjórn og það yfirleitt búið að ræða málin til þaula í fagráðunum og það mjög sjaldgæft að bæjarstjórn breyti niðurstöðu fagráðana og það yfirleitt búið að fara vel yfir málin og sjónarmiði með margra hafa fengið að koma fram þar og það búið svona að sjalla málin svolítið. Þannig að inn í fagráðunum það mjög mikilvægt og að við veljum viljum þau og þar sitji okkar öflugasta fólk og þið eru með fulltrúa þar í öllum sjálfstæðisflokkur með fulltrúa alls þar? Við erum með 2 fulltrúa í öllum fagráðunum og meirihlutinn með 3 fulltrúa. En eins og ég upplifi þetta með því að vera að horfa á fundina að ég hef margoft heyrt ykkur kvarta yfir því að upplýsingaflæðið svo ekki gott til ykkar en ekki líka að bera sig eftir því? Ekki eins og þau svara þá á móti að það allt opið og þið getið alltaf spurt og allt þess aftar sem þetta hljómar svo skrítið allt að því að akkur ef þið eru með það kannski galli við það að þið eru sjálf ekki í þessum fagnefndum þannig að ykkar fólk sem þar ekki upplýsið ykkur nógu vel? Nei, alls ekki. Þetta auðvitað bara reynt mikið á samtal milli okkar og okkar fulltrúa. Við hittumst mjög reglulega og erum mjög reglulega samskiptum það sem fer fram í fagráðunum. En þið ætti að vera mjög upplýst alltaf? Við fáum mjög góðar upplýsingar þar. Hins vegar kvartar fólkið okkar í fagráðunum mjög mikið undan því að fá ekki upplýsingar og fá ekki upplýsingar hvaða máli að vera á dagskrá eða fundargögn vanti eða séu ekki nægilega góð. Svona óskipulega þá bara? Og bara bara ekki nefnt eitt lítið dæmi að því við erum að ræða fjölgun bæjarfulltrúa þá var haldinn fundur í bæjarstjórn svona óformlegur fundur fyrir þennan bæjarstjórnarfund, undirbúningsfundina sem voru meðal annars að ræða bæjarmálasamþykktina og þá var send út bæjarmálasamþykktina eins og hún var breytt og til þess að fara yfir hana í þeim gögnum var ekki þessi fyrsta grein með fjölgun bæjarfulltrúa og átti ekki að ræða hana á þessum fundi. Samt þetta stærsta málið og hefðu auðvitað átt að vera inn í útsendum gögnum og ræðast á þessum fundi. Þetta svona bara alveg nokkuð gott dæmi og svona ekta dæmi hverju hefur verið kvartað okkar fulltrúar verið kvartað undan í fagráðunum. Nákvæmlega þetta. Yfir svona svolítið sambærilegum málum og þessu. Eitthvað mál sem að þið teljið vera mjög mikilvægt og það er kannski 10 málið en það er sleppt að taka 1 málið. En það þá ekki bara ólöglegt eða á ekki að taka þetta mál fyrir? Náttúrulega formaðurinn í fagnefndinni stýrir svolítið hvað fer á dagskrá og stillir upp dagskráni og þar af leiðandi hefur hann töluvert vald til þess að stýra í hvaða átt umræðan fer og hvað það sem á að ræða. Við getum auðvitað alltaf óskað eftir eitthvað að fara á dagskrá en stundum þá kemur það okkur á óvart þegar eitthvað að koma á dagskrá og það vantar þá kannski gögn og eins og í þessu tilfelli líka að þegar við erum að ræða fjölgun bæjarfulltrúa. Það hefði þá líka verið gott ef að menn ætla að lækka laun eða eitthvað slíkt að leggja þá fram einhver gögn það eða segja það eða ræða það ekki bara komið það í blá lokinu umræðinu já við getum svo bara gert það ef þetta eitthvað vandamál svo væri kannski make or break fyrir ykkur að samþykkja það. Akkúrat, það hefði þá auðvitað skipt máli í umræðinni. Klálega. Þannig að þetta skýrir kannski eitthvað smá, þetta pínu langt hjá okkur. Hún í 14 mínútur og hann hefur fólk þolinmæði að hlusta. Ég hef búin að vara við það, ég tala mikið. Þegar 2 hittar sem tala mikið. Þannig að við erum að reyna að koma þessu betur til skila af því að við teljum að fólk séu þreytt á að lesa langlokur þetta. Af því að við getum allavega að merkt það bara á þeim fréttum sem við setjum inn bæjarmálin að þau eru ekki mikið lesin til miður. En ef það er áreikstur einhvers staðar þá það lesi ég þaula Kannski með að fara með þetta mál í íbúakosninga myndum við kannski fá meir umræðu pólitíkina það væri bara geggjað. Þetta er mál sem ég held að allir geti haft skoðun á og þurfu ekki að vera sig við að segja sín skoðun. Nei, ef það skilur þetta. Það er fullt af fólk sem skilur ekki hvað skiptir máli hvort það séu 9 eða 7. En þú veist, í lokin, í mínu tilfelli, eins og ég heyri fyrst, mann heyri neikvæð og jákvæð. Ég heyri fyrst bara ef það eru
eða Sjálfstæðisflokkurinn vill alltaf alls ekki fá 9, af því þá ná þeir aldrei meirihluta. Ég heyri það. Þú veist, þá bara, þú veist, ég heyri það ekkert frá meirihlutunum, skilurðu, ég heyri bara frá fólki í bæ sem að veit meir pólitík en ég. Já, ástæðan fyrir þessu er náttúrulega það bara, ef að vera 9, þá á Sjálfstæðisflokkurinn mjög erfitt með að ná meirihluta. En það er náttúrulega auðveldara fyrir EOH að ná fleira fólki en að ná. Þú veist, þetta fekk ég skýringu, þeir hinir haggast á þessu. Ég held að þetta sé, ég held að við höfum alltaf að hafa hag sveitafélagsins númer 1 og vera ekki að spá í pólitískum hagsmunum. Það skiptir náttúrulega svo mikið máli. Tökum svona ákvarðanir. Að minnsta kosti er ég fyrst og fremst að taka ákvörðun út frá hag sveitafélagsins og ef við bara tökum niðurstöðu kosningarna 2014 þá hefðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins verið sko ekki 5-2 heldur hugsanlega þá 6 eða 7-2 eða 3. Ég er ekki viss að það hefði verið eitthvað betra og þannig að ég bara sé rökin fyrir því að halda pólitískum fulltrúum áfram í 7 finnst mér vera mun sterkari. Já, það er flott að fá þessa góða sín á þetta. Þetta er þín ykkar að sjálfsögðu skoðun og sína á þetta og þið eru nú sérfræðingar í þessu, þetta er að vera heillengi í þessu. Það ekki? Við getum svona í lokin bent á ágætis umfjöllun sem settir einmitt fyrir fundinu og komið svona hnitmiða punktar rökin með á móti, þannig að fólk getur kíkt á þá grein. En fólk nennir að lesa það, en það er einmitt akkur bara... Afla sér frekar upplýsingar. Algjörlega, vel gert. Herru, takk hérlega fyrir þetta. Takk svona þess.